Jæja, komið þið sæl og blessuð öllsömul og verið hjartanlega velkomin á þennan opna fund okkar í Saman gegn sóun hjá Umhverfisstofnun. Bæði þið sem eru með okkur hérna í Edinborgarhúsinu á Ísafirði og þið sem eru að fylgjast með í streyminu. Ég heiti Birgitta Steingrímsdóttir og ég starfa hjá Umhverfisstofnun og ég ætla að vera fundarstjóri hérna í dag. Og ástæðan fyrir því að við erum að halda þennan fund, hún er sú að við í þessu verkefni, Saman gegn sóun, við höfum keyrt þetta verkefni síðan 2016 og þetta er verkefni sem við byggjum á stefnu stjórnvalda í úrgangsforvörnum. Við munum fara betur í það eftir hvað það þýðir, en núna er komin sá tími að við þurfum að fara að endurskoða þessa stefnu, móta okkur nýja stefnu. Og þá þarf náttúrulega svolítið að horfa tilbaka, hvernig hefur okkur gengið fram að þessu og hvernig viljum við móta framtíðina. Og þess vegna ákváðum við að leggja land undir fót og við erum að fara og halda svona opna fundi vítt og breitt landið. Og hugsunin með því er einfaldlega að gefa bara sem flestum færi á að hafa áhrif á þessa nýju stefnu. En við viljum líka heyra frá ykkur, fá innblástur frá fyrirtækjum eða aðilum á svæðinu og það er akkúrat það sem við ætlum að gera hérna í dag. Ég sé að það er alltaf fyllast. Það eru sæti hérna fremst, það er ykkur sæti hér. Sníkla ykkur á milli og ekki vera hrædd við að fara og ganga bara í kaffi og veitingar. Við skulum bara hafa þetta svona frjálslegt hér í dag. Mér langar nú kannski líka bara að því að það stendur hérna upp á glærunni að segja ykkur aðeins frá öðru verkefni sem við erum með hjá Umhverfisstofnun sem heitir Hringrásarklasinn. Þetta er frekar nýtt verkefni sem Umhverfisráðuneytið byrjaði með í fyrra og aðalmarkmiðið með þessu verkefni er einfaldlega að hraða innleiðingu á hringrásarhagkerfinu á Íslandi. Og þetta verkefni felur í sér að við hjá Umhverfisstofnun, við erum í rauninni fyrirtækjum sem á einhvern hátt að vinna með hringrásarlausnir til halds og trausts. Þau geta leitað til okkar, fengið ráðgjöf þið vitið, hringrásarhagkerfið eða regluverkið eða styrkja umhverfið eða hvað eina. Við viljum vera bara svona stuðningsnet fyrir þessa aðila. Og kannski einna helst líka er hann átt okkur á því hvar regluverkið er kannski að vinna á móti þessum fyrirtækjum. Af því að það kemur oft fyrir að stjórnvöld segjast ætla að gera eitthvað og svo kannski vinnur þeirra eigi kerfi á móti því. Þannig ég hvet ykkur til þess að heyra í okkur ef að þið eru starfandi hjá fyrirtæki sem á einhvern hátt vill stuðla minni sóun og meiri hringrás að vera í sambandi við okkur á Umhverfisstofnun. Það er engin ákveðin hópur af fyrirtækjum með í klasinum, það eru bara allir velkomnir að hafa samband. En ég myndist á það að Saman gegn sóun er í rauninni stefna stjórnvalda í úrgangsforvörnum. Og fyrir mér er þetta algjört orðaskrípi úrgangsforvarnir. Ég man því ég byrjaði að vinna á Umhverfisstofnun, ég skildi ekki því hvað þetta þýddi. Ég átti að fara að vinna við úrgangsforvarnir og ég skildi ekki hvað orðið þýddi. Sem betur fer nú búin að komast að í dag hvað þetta er. Úrgangsforvarnir snúast í kjarna sínum það að við komum í veg fyrir að það verði til úrgangur. Allt sem gerist áður en að rusli fer í ruslatunnuna. Þannig að svona kannski það sem eru helstu elementin í úrgangsforvörnum er bara hvernig við getum nýtt vörurnar okkar, hráefni, auðlindir sem best og lengst. Þannig að það er svolítið umræðuefni hérna í dag og ég ætla að sýna ykkur bara svona þessa formlegu skilgreiningu eins og hún er í lögunum. Hér segir úrgangsforvarnir eru ráðstafanir sem eru gerðar áður en efni viður eða vara er orðin að úrgangi, eins og ég sagði áðan. Og það er miða að því, þessar ráðstafanir, að draga úr magni úrgangs, neikvæðum áhrifum úrgangs á heilsu og umhverfi og skaðlegum efnum. Og við gerum oft grín í vinnunni að maður vill svolítið fara í að tala þið vitið, flokkun, söfnun og meðhöndlun úrgangs. Þegar maður er einhvern veginn í þessum málaflokki, við gerum það óspart sjálf. Það er kannski bara vegna þess að úrgangurinn er svo nálægt okkur. Við stöndum flest fyrir framan flokkunartunnuna á hverjum einasta degi heima hjá okkur í vinnunni. Og maður er að pæla hvernig maður á að flokka, þið vitið, smjörbréfið og allt þetta. En það er rauninni ekki það sem við ætlum að tala hérna í dag. Við ætlum að reyna að passa okkur á því að halda okkur úrgangsforvarnar megin. Og yes, það er alveg stefna. Stefna stjórnvalda, hún er nefnilega tvískipt. Stjórnvöld eru búin að setja sér stefnu að innleiða hérna hringrásarhagkerfi og þau hafa gefið út þetta plagg í átt að hringrásarhagkerfi. Fyrri hlutin eru úrgangsforvarnir. Það er þessi gamla stefna Saman gegn sóun sem við erum að fara að uppfæra hérna meðal annars í dag, fá input í hana í dag. Og svo er það þessi almenn stefna meðhöndlun úrgangs. Hvernig við flokkum og hvernig við söfnum og förum með úrgangin okkar. Þannig að ég sé fyrir mér, ég ætla að setja bara svona sektarbauk á öll borðin hérna á eftir og ef þið farið að tala um flokkun eða endurvinnslu eða meðhöndlun þá er það 100 krónur í baukinn og svo í lokin þá dreg ég út vinningshafa. Það er eitt sem hlýtur sjóðinn hérna í lok viðburðarins.
ég segi svona, við grínumst með þetta í vinnunni, það ekki sagt að sögur, en við skulum reyna að hafa þetta í huga. Við ætlum ekki að fara að tala við megum alveg að tala smá úrganginn, við ætlum að reyna að halda okkur ofar. Og Jói, samstarfsmaður minn, hann mun útskýra þetta eins betur hérna á eftir. Aðeins af því sem við erum búin að vera að gera í þessu verkefni, Saman gegn sóun. Eins og ég sagði áðan, þá erum við búin að reka þetta síðan 2016, það er komin 8 ár. Og við höfum svona fyrst og fremst verið í fræðslu og vitundavakningu. Það hefur bara ótrúlega mikið vatn runnið til sjávar síðastliðin 8 ár. Ég held ég geti fullyrt það að bara svona umhverfisvitund almennings, hún hefur stóraukist á þessum tíma og bara öll umræða umhverfismál. Og þegar við byrjuðum með þetta verkefni, þá var jarðvegurinn bara allt annar. Þannig við fundum að það var rosa mikil þörf á fræðslunni og vitundavakningunni. Og við vorum kannski einna helst að ná til einstaklinga og eins og ég sjáu hérna uppi þá höfum við verið mikið með svona fyrirlestrahald inn í stofnunum og fyrirtækjum og skólum. Við reynum að vera sýnileg í fjölmiðlum, skrifum greinar, mætum í viðtöl. Við höfum verið að halda hackathon, þar sem við fáum einstaklinga til þess að hakka lausnir við umhverfisvandamálum. Og við höfum haldið utan verðlaun sem heita Bláskilin, þar sem að frumkvöðlum eða bara fyrirtækjum sem á einhvern hátt vinna á móti plastnotkun, að draga úr plastnotkun, þeim lyft upp. Þannig að við erum búin að vera í alls konar svona outreach-verkefnum. Nú finnum við að það bæði komið svolítið svona þreyta í einstaklinga, hversu mikið ætlaði að fræða okkur meira, við vitum alveg hvernig ástandið og við erum að gera okkar besta, að nú þurfa kannski fyrirtækin aðeins að fara að stíga inn og hjálpa einstaklingum að gera betur. Og að sama skapi þá finnum við líka fyrir því að fyrirtæki að leita rosalega mikið til okkar og fyrirtæki bara almennt farin að huga því að gera vel. Það alls konar þrýstingur og þau vilja gera vel. Þannig að okkur langar núna í svona Saman gegn sóun 2.0, næstu stefnu, að vera svona aðeins aðgerðamiðaðri og reyna að ná fyrirtækjunum betur með okkur, því við finnum þetta ákall, sterka ákall frá þeim. Þannig að höfum það í huga hérna í dag. Ég fer alltaf í svona algjört nostalgíukast þegar ég kem hérna vestur. Það hellist yfir mig svona velíðan. Ég sem sagt bjó hérna á 10. áratug síðustu aldar. Ég bjó hérna frá 93 til 99 á Ísafirði. Þessi myndir er ekki tekin þá, maður örugglega tekin á 10. áratug þar síðustu aldar, eitthvað svona sirka í kringu það. En ég á náttúrulega bara dásamlega minningar af þessu svæði. Ég var hérna valsandi allt, algjörlega frjáls eins og þið þekkið örugglega flest og börnin ykkar. Og engar áhyggjur og algjört tímaleysi og maður var einhvern veginn umvafin þessari ógnarfallegu náttúru, alltaf opið inn í öll hús, aldrei læst neins þar, maður komst inn í alla bíla og öll hús, mikið frelsi. Þannig að hugurinn minn, hann leitar einhvern veginn alltaf aftur þegar ég kem hingað vestur, hér líður mér vel. En ég held að sé mjög hollt fyrir okkur í dag, þegar við förum inn í þetta samtal sem við ætlum að fara í, að hugsa svolítið tilbaka, það er alltaf mjög gott. Hvað var það hérna áður fyrr, hvort sem það var á 10. áratug síðustu aldar eða þar síðustu aldar, sem að var gott þegar við erum að tala þessi sóunarmál. Ég held við getum öll verið sammála að þar var kannski nýtni, svona meira í hávegum höfð, kannski líka bara af illri nauðsyn. En það var líka margt sem var ekkert í lagi í gamla daga, við bara brendum allt ruslið og allt þetta. Við erum búin að læra alls konar, en við þurfum líka að sjá hvað er gott í dag, hvaða fyrirtæki að standa sig vel og hvernig, og hvað viljum við taka með okkur af öllu þessu inn í næstu stefnu, hvert viljum við fara. Þannig að þetta er bara svona, áminningum að tökum eitthvað með okkur úr fortíðinni líka, horfum tilbaka og hvað hefur verið vel gert. Og af því að ég myndist á að ég ólst hérna upp, að þá eru Vestfirðingar í mínum huga bara algjörir víkingar. Þið kunnið að berjast við náttúruöflin og þið kunnið að hugsa út fyrir kassan af því að þið þurfið að gera það. Þið búið náttúrulega frekar afskekkt og í litlum samfélögum. Og hér eru upp til hópa mjög skapandi einstaklingar og skemmtilegir. Þannig að ég er bara ótrúlega spennt að eiga með ykkur þennan viðburð hérna í dag, þar sem við ætlum að eiga samtöl veginn áfram. Og hér sjáum við dagskrána. Hér á eftir mér ætlar hann Jóhannes Bjarki, Jói, samstarfsmaður minn, að segja okkur nánar frá Saman gegn sóun, hvað við höfum verið að gera, hvað úrgangsforvarnir eru, hvað það þýðir fyrir einstakling og fyrirtæki og svolítið svona staðan á landinu. Svo ætlum við að þysja inn og hann Magnús Þór frá Vestfjarðastofu ætlar að segja okkur svona frá stöðinni hérna á Vestfjörðum, hvað er að frétta af hringrás og hagkerfinu hérna á Vestfjörðunum. Þá fáum við erindi frá henni Bergrúnu Ósk Ólafsdóttur hjá Samkaupum og hún ætlar að segja okkur frá meðal annars þeirra vegferð í að sporna við matarsóun. Þau hafa gert það hérna fyrir vestan með aðilum á svæðinu, svona samfélagslegi vingillinn.
og þá ætlar hún Guðbjörg Þrastardóttir frá Keresis að segja okkur frá því hvernig þeim tókst að skapa gífurleg verðmæti úr hráefni sem áður var bara jafnvel hent. Og þegar að erindunum lýkur að þá ætlum við að stoppa streymið og færum okkur yfir í samtal hérna öll saman aðgerðir. Ég held að þetta sé bara komið. Jóhannes, vilt þú ekki bara koma upp í pontu og segja okkur meir? Gjörðu svo vel. Mér finnst bara ánægilegt að sjá hvað mikill áhugi fyrir þessum fundi hjá okkur. Við náttúrulega runnum alveg blind í sjóinu sem ekkert hvað myndi margir mæta. Ég held að þetta sé bara með því besta sem við vonumst eftir, að því að við finnum það alveg, það stemning hérna fyrir úrgangsforvörnum. Ég veit ekki hvað orð við að nota, við erum svolítið að vinna með sóun, en það svona eitthvað sem ég ætla kannski að reyna að skerpa hérna á í mínu erindi. Hvað erum við að gera í dag? Ég sé að þið hafið öll áhuga á því, en við kannski vitum ekki alveg hvað við ætlum að gera samt. Þannig að það planið mitt. Ég líffræðingur, þannig ég byrja alltaf hér. Ég stíg út, næ innblástur í náttúruna. Ég lærði það í líffræðinni að jörðin lokað kerfi. Hún svona hringrásarhagkerfi. Allt sem fellur til á jörðinni fer aftur inn í hringrásina. Og kannski eitthvað sem setur þetta í samhengi við getum hugsað til þess að það jafn mikið af auðlindum á jörðinni núna eins og fyrir 1000 árum. Eða þegar Jesú var uppi, eða þegar risaeðlurnar voru uppi, skiljiði. Það jafn mikið af dóti sem við höfum að vinna úr eins og þá. Þannig að á jörðinni fer ekkert til spillis. Við hins vegar, það leyti þegar Birgitta var hérna að vappa á Ísafirði, þá vorum við stödd hérna lengst til vinstri á þessari mynd. Þetta mín leið til að útskýra hvað hringrásarhagkerfi Það stjórnvöld að vinna í áttina að hringrásarhagkerfi, en við þurfum einhvern veginn að geta útskýrt hvert erum við þá að fara. Hérna lengst til vinstri sjáum við línulegt hagkerfi. Þetta var þegar við vorum lítil, þá keyptum við eitthvað drasl og svo þegar við hættum að nota það og hendum við í ruslið. Og ég með gamlar ársskýrslur á Sorpu á borðinu hjá mér og þau alltaf monta að segja því, við náðum að urða 85% af ruslinu. Markmið okkar á næsta ári 91%. Þá voru að reyna að urða eins mikið að gátu, af því að það var ekki urðað og þá fór það bara í sjóinn eða það var brent í einhverju skurði eða eitthvað svona. Við erum náttúrulega löngu vaxin upp úr þessu. Við föttum það fljótlega að þetta var ekkert sérstaklega gáfulegt businessplan, af því að þá getum við bara notað hverja auðlind einu sinni, sem ekki gott í hringrásarhagkerfi. Þannig að þá fórum við meira yfir í línulega hagkerfið. Við föttum, bylgjupappi, ef þú bleytir upp í honum, pressar upp á nýtt, þá getum við bara notað hann aftur. Við þurfum ekki að rækta risastóran skó, höggva niður, mylja niður í trefjar, hreinsa, flytja til Íslands, fyrir einnota kassa. Við getum bara notað bylgjupappa aftur og aftur og aftur. Sama með plast, sama með matarleifar sem getur orðið að moltu, sem getur orðið að jarðvegi, sem verða nýjum mat. Þannig að þarna erum við komin með allavega fingurinn á það, hvað við ætlum að gera. Við erum komin í eitthvað endurvinnslu hagkerfi. Við ætlum að reyna að vaxa upp úr því líka. Stóra planið að verða bara jörðin nema hagkerfi okkar. Við viljum sem sagt að allur úrgangur eða allt sem verður afgangs í hagkerfin okkar, að það sé bara auðlind inn í næstu framleiðslu. Langt mikilvægast þarna auðvitað að koma í veg fyrir að við framleiðum drasl til að byrja með. Við viljum koma í veg fyrir að úrgangur verði til, en það sem verður til óhjákvæmilega. Ef ég rækta pistasíuhnetur þá verða eftir skeljar, en skeljarnar verða þá að vera fítin í næstu framleiðslu, fattiði. Við erum að reyna að loka hringrásin alltaf. Það stóra planið okkar. Mér finnst gott að skilja úrgangsforvarnir með þessari mynd. Ég veit að við lærum á mismunandi hátt. Þessi mynd hjálpar mér mjög mikið. Hérna sjáum við það sem við köllum úrgangsþríhyrningin. Þetta alveg ótrúlega skipulagt hjá okkur. Þetta mynd sem sýnir uppáhalds okkar. Það að segja að efst í þessum þríhyrningi að það það sem við viljum mest gera. Ef við erum til dæmis með einhvern úrgang, þá það versta sem við getum gert við hann að það þetta neðsta. Það förgun. Við viljum ekki urðan og við viljum helst ekki brennan heldur. Það það versta sem getur gerst við úrgang. Nú ef við fikrum okkur upp, við getum farið í aðra endurnýtingu. Ef við erum með grjót eða eitthvað svoleiðis, svo getum við notað kannski í landfyllingu. Ef við erum með plast, þá getum við kannski brent og fengið einhverja orku í staðinn. Það ekkert sérstaklega gáfuleg nýting á einhverjum auðlindum, en það kannski skárra heldur en að vera að farga þeim. Endurvinnslan síðan þannig fyrir ofan. Þannig að endurvinnsla, hún skárra en hinni tveir kostunir, en það miklu betra ef við getum bara nota hlutina aftur. Það sem við erum að gera í dag, það fyrir ofan strik. Þið sjáu rauðu línuna, úrgangur, ekki úrgangur.
Við erum fyrir ofan strikið í dag, úrgangsforvarnir. Þannig að hvernig getum við komið í veg fyrir að úrgangur verði til? Þannig að endurvinnsla ekki dæmi úrgangsforvarnir, þá ertu komið með eitthvað sem orðið að úrgangi. Þú ert bara að reyna að skadaminka, skiljið. Við viljum reyna að koma í veg fyrir að úrgangur falli til. Er ég að útskýra það? Já, nei, ok. Næsta mynd hjálpa kannski ykkur að því að hérna svona dæmi hvernig úrgangsforvarnir líta út. Takk aftur eftir strikinu. Við erum hérna í öllu fyrir ofan strik, endurvinnsla fyrir neðan strik. Það ekki það sem við ætlum að tala í dag. Sko þetta eru dæmi úrgangsforvarnir. Við settum bara svona einhver dæmi hérna upp. Þú veist, efst sjáum við að afþakka. Það bara mjög gott dæmi úrgangsforvarnir. Panta mig gin og tónik hérna á Edinborg og eftir, skiljiði. Viltu rör? Nei, takk. Ok, það hægt að afþakka hluti. Við getum endurhugsað líka. Ef við erum með fyrirtæki, við framleiðum vörur, þurfum við að selja vöruna, getum við leigt hana út sem þjónustu frekar, þannig að þegar hún bilar þá henni skilað til okkar. Við gerum við hana af því að við þekkjum vöruna best. Skiljið, mörg fyrirtæki að færa sig úr svona framleiðslu yfir í kannski meiri þjónustu. Við getum dregið úr, erum við að framleiða vöru í umbúðum, þurfa alltaf að vera umbúðir, ok, kannski hér þarf að vera umbúðir, hér ekki, geta umbúðin að vera úr þynnra efni, getum við gert þar allar úr einu efni til að sé auðveldara að nota þær aftur eða endurvinna. Við getum líka reynt að draga úr, svo bara höldum við áfram, endurnotkun, viðgerðir, endurframleiðsla, þetta allt saman dæmi úrgangsforvarnir. Allir þessir hlutir miða því að rusl verði ekki til. Ok. Sko, við náttúrulega hvað gerir þannig? Við erum alltaf búin að vera að tala við almenning, við erum búin að ná vel til almennings og við finnum að skilaboðin okkar alveg móttekinu almenningi, ok, þau vilja helst ekkert vera að kaupa umbúðir eða drasl, það alltaf það sem þau segja, sko, en við finnum líka að fyrirtæki hefa aðeins setið eftir, við höfum ekki náð nógu vel til þeirra, við höfum ekki náð að veita þá ráðgjöf sem við finnum að þau vilja og við finnum líka að fyrirtæki vilja einhvern veginn eiga pláss við borðið, fá að móta þessa stefnu með okkur þessum svona gaman að sjá mikið úr einkageiranum hérna í salnum. En þegar við erum að tala við fólk, ok, hvað reynir þú mikið að sinna úrgangsforvörnum á heimilinu? Einn dæmi þetta geti verið á þínu heimili, hversu mikið reynir að lágmarka matarsóun. Þetta einn dæmi úrgangsforvarnir sem á svona eitthvað box í hausnum á okkur og við getum mjög auðvelt að náð utan þessa úrgangsforvörn. Hversu mikið reyni ég að koma í veg fyrir matarsóun? Þið sjáið, þegar við spyrjum fólk að þessu, að þá segja nánast allir að þeir reyni að minnstakosti meðal mikið eða meira að reyna að koma í veg fyrir matarsóun. Þetta er svona dæmi spurningu í könnun þar sem svarið gefur til kynna að fólk mikið að hugsa þetta málefni en næri ekki alveg að fá svona einhverja útrás fyrir það að það vantar umfjöllun í samfélaginu eða vantar einhverja heilsteypta nálgun. Svona svör sjáum við þá í könnunum. Og ef við pælum líka í því, bara þeir sem segjast alltaf fremur lítið pælið, en ekki þannig mjög lítið ekkert. Þið séu þannig að fúrlegginn þær í dökkur, nei, maður ekki segja svona í streymi, skilji. Þannig að í dökkurauða, mjög lítið ekkert, þetta er svo mikið brotabrot, það eru fleiri sem alltaf að pæla í matarsóun að einhverju marki heldur en horfa á skaupið, skilji. Það eru allir að hugsa þetta. Ok, við sjáum líka að þar sem fólk fær einhverja útrás fyrir sóun, að þar höfum við alveg séð, við höfum náð árangri. Við tölum til dæmis oft textíl. Textíl mikið vandamál, fólk ræður algjörlega sjálft hvað kaupir mikið af fötum og hvað hendir miklu af fötum. Við sjáum hérna með endursölumörkuðum og með vitundavakningum textíl sem málaflokkur sem við höfum mikið fókusað á. Við sjáum að úrgangsmagn, það magn sem fólk að losa sig við, að minnka. Það hefur farið minnkandi frá 2016 á hverju ári líka við. Þannig að sjáum við að þarna fer saman hljóð og mynd, fólk að segja eitt og raunverulega að gera það. Það er reyndar að setja feitan fyrirvara þessa tölu, við náum ekki til fyrirtækja, þannig við vitum ekki hvað fyrirtæki að henda virklega textíl. En þetta eitthvað sem kemur frá almenningi og við sjáum, þetta hefur verið að minnka stöðugt. Talandi það, hvaðan kemur ruslið? Þessi mynd hérna sýnir það, ekki frábærlega, en hún sýnir það allavega einhverju marki. Þetta mynd sem sýnir hvað við framleiðum mikið á úrgangi á Íslandi á hverju ári. Þið sjáu þetta flöktir aðeins, dökkbláa súlan neðst. Þetta það sem við köllum rekstrarúrgangur, það úrgangur frá fyrirtækjum sem fellur til í miklu magni, oft einsleitur, staðbundinn, skiljiði. Þú ert með kjúklingabúð, þú ert að slátra kjúklingum, þá falla til 1000 tonn af kjúklingum, skiljiði. Ok? Ef þú ert með bifvélaverkstæði, þá falla til 50 tonn af olíu. Þetta einsleitur úrgangur í miklu magni, mjög staðbundinn. Síðan verður þannig með grænu súluna, þessi sem minnst,
Hún heitir heimilisúrgangur, það er ekkert sérstaklega lýsandi af því að heimilisúrgangur fellur til bæði hjá heimilum og fyrirtækjum, en allt sem fellur til hjá heimilum, nokkurn veginn, þannig undir og síðan eru bæði lítil og stór fyrirtæki með þennan úrgang. Og allt gula að það er úrgangur frá mannvirkjagerð. Þetta er náttúrulega langmest möl og sandur, þannig að ekkert eitthvað að vera að obsessa yfir þessari gulu súlu. Það er alltaf leið þó að hún sé stór, það er alveg eðlilegt. En pointið mitt með þessari mynd er að langmestu tækifærin í úrgangsforvörnum eru hjá fyrirtækjum. Þau geta haft mest áhrif og þar eru líka mestu tækifærin. Þess vegna er svo ánægður að sjá svona mörgin í dag. Ok, geðveikt spennandi. Ok, ég ætla líka að tala um hvað við ætlum að gera í dag. Það er góður punktur. Sko, hérna, smá innspó fyrir ykkur. Þetta er, sko, ég vil ekki segja gamla stefnan okkar af því að hún er ennþá í gildi. Þetta er stefnan Saman gegn sóun sem að verkefnið spratt upp úr. Hún var sett upp með svona efnisflokkum, áhersluflokkum hana. Þannig að á hverjum 2 árum þá tókum við fyrir einn áhersluflokk. Við byrjum þannig á matvælum, fórum svo í plast og textíl, raftæki, byggingar, við erum svona að færa okkur inn í það núna. Og svo eru þannig 3 flokkar sem eru gangandi gegnum alla stefnuna. Svona settum við upp gömlu stefnuna og það var mjög þægilegt fyrir okkur. Þá getum við alveg stungið nefinn onni í hvern flokk og kynnst málefninu mjög vel, gefið út mjög góða ráðleggingar og fræðsluefni og svona. Við finnum núna að skilningur fólks á málefnum hringrásar hagkerfisins er miklu betri heldur en þegar þessi stefna fór í gang. Þannig við sjáum ekki alveg þörf til þess að fara að stilla stefnun okkur upp með einhvern svona efnisflokkum, ekki beint. En við viljum samt spyrja ykkur út í það, við viljum alveg fá feedback á það. Við ætlum að gera það eftir, ég ætla að spyrja ykkur smá. Kannski það sem okkur datt í hug að það er að finna frekar leið til þess að nálgast úrgangsforvarnir út frá einhverjum svona aðferðaflokkum. Já, við erum ennþá að máta okkur við þessa hugmynd og við viljum endilega fá feedback frá ykkur. Það er að segja, við viljum fá svona feedback frá ykkur, hvaða aðferðir virka best til þess að draga úr úrgangi. Þannig að speglið þessar aðferðir við það sem þið eru að gera í ykkar fyrirtækjum með ykkar vinnu eða jafnvel ykkar heimilum. Við getum farið margar leiðir til þess að ná sama markmiði. Ég setti bara upp dæmi hérna á næstu gleru. Segjum til dæmis að við hjá ríkinu ætlum að segja, heyrðu, við viljum draga úr notkun á einnota plastpokum. Þetta er bara mjög raunhæft dæmi, þetta er eitthvað sem við ákveðum og gerðum. Við getum farið margar leiðir að því markmiði. Leiðum bara, förum saman í gegnum þetta hérna. Við getum farið opinbera innkaup leiðina. Ríki og sveitarfélög þau hætta að kaupa plastpoka. Þetta getur verið mjög áhrifarík leið og það er tiltölulega fáa hausa til að taka ákvörðun þarna. Við getum líka farið þá leið að safna betri gögnum, en við vitum svo sem ekkert hvað við notum mikið af plastpokum, þannig að kannski væri gáfulegast að safna gögnum yfir það og reyna að koma auga okkur minnstur þar. Aðgengi að fjármagni er náttúrulega mjög mikilvægt, það þarf að vera hægt að fjárfesta í framþróun og öðrum vörukostum, frekar heldur en einnota plastpokum, eitthvað verður að koma í staðinn þá. Geti verið ný vara, geti verið hegðunarbreyting, geti verið eitthvað annað. Skattar og ívilnanir, við getum hérna sett skatta á plastpoka eða við getum bara veitt öllum ívilnanir sem nota ekki plastpoka. Þetta er líka skilvirk leið, regluverk, banna að nota plastpoka, búið, punktur, publish, stjórnartíðindi. Vitundavakning og fræðsla, það er leið sem við höfum mikið verið að fara, að benda á skárri kosti, að benda á skaðsemi plasts, vitundavakning náttúrulega nær til fólks, en fólk stýrir fyrirtækjum, fólk stýrir landinu og sveitarfélögunum okkar, þannig að vitundavakning dekkar yfirleitt frekar stóran markað. Ráðgjöf til fyrirtækja, þau þurfa að vita hvað er hægt að gera í staðinn, hvað getur gert í staðinn fyrir plast eða lífplast og hvað með maíspokann, þótt hann sé ekki tæknilega lífplast, er hann samt poki, skiljið, þannig að það er ýmislegt svona sem þarf líka. Og svo vottanar og viðurkenningar, við getum verið með umhverfisvottanir fyrir þá sem að nota ekki einnota plastpoka, við getum veitt viðurkenningar fyrir bestu plastlausu lausnina eða eitthvað þannig. Þannig það eru margar leiðir sem getum farið að þessu eina markmiði að minnka notkun á einnota plastpokum. Þetta er eitthvað sem við ætlum að spyrja ykkur líka. Hvaða aðferðir henta ykkur best ef þið speglið ykkur í þessu? Hvað er líklegast til að ná árangri á ykkar sviði? Ok, ég er svo dramatískur, ég enda líka á jörðinni hérna því að ég er svo mikill líffræðingur. En fyrir mér náttúrulega snýst þetta ef ég væri einvaldur þá myndi ég gera þetta af því að ég er að bjarga plánetunni, þið kannski með einhverja allt aðra hugsjón. Fyrir fyrirtækið þá náttúrulega skiptir miklu máli að vita að Evrópusambandið eru með rakettu í raskatinu þegar kemur að hringrásarhagkerfinu. Þau hafa aldrei unnið jafn hratt í neinum málaflokki eins og með hringrásarhagkerfið. Við erum að tala um líka loftslagsmál, bara það magn af regluverki sem er að dælast út úr Evrópusambandinu núna um hringrásarhagkerfið það hefur aldrei gerst áður að neitt fái svona mikla athygli.
Og þetta muni þetta allt gilda á Íslandi. Þannig að eftir nokkur ár þá tekur þetta allt gildi hér. Það er bara fínt að vera á undan kúrfunni. Það er allavega ekki verra. Fyrst við þurfum að gera þetta hvort þið er. Nú, við vitum líka að neytendur að pæla í þessu. Það tekur náttúrulega alltaf tíma fyrir neytendur að venjast nýrri hegðun, en þeir eru mikið að pæla í þessu og við sjáum nú þegar hegðunarbreytingar í þessa átt. Þannig að þetta er eitthvað sem að þeir munu kalla eftir hvort þið er. Og svo skiptir auðvitað líka bara máli. Við erum komin hérna saman til að hafa áhrif, til að eiga eitthvað samtal. Þannig að ég vil bara hvetja ykkur til að segja ykkar einlægu skoðanir á því sem að kemur upp á eftir og vona að þið hafi gaman. Er ekki nóg frá mér? Er ég að gleyma ykkur augljóslega? Ég held ekki. Þetta ekki? Jú. Þú tekur við aftur. Okay. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Jóhannes. Sko, þá erum við búin að fá svolítið svona tilfinningu fyrir stóru myndinni. Því staðan er á landinu. Þá er ekki vegi að gera neitt annað en að fá að vita hvernig staðan er hérna á svæðinu. Þannig að hann Magnús Þór hjá Vestfjarðastofu, hann ætlar að segja okkur hvernig staðan er á hringrásarhagkerfinu hérna á svæðinu. Gjörðu svo vel. Já, þetta var svolítið stórt verkefni sem Birgitta rétti minni í síðustu viku og hringrásarhagkerfi á Vestfjörðum. Þetta er svona efnistökin á þessu, við vorum svolítið í hvernig áttum að nálgast þetta verkefni og ákvæmum að þetta voru spurningarna sem við fengum frá Birgittu. Hver er staðan á hringrásarhagkerfinu, dæmi menningu, fyrirtæki og verkefni, viljum við nýta staðbundni, hvernig gengur það, hvaða hindranir og hvaða stuðning. Þannig að fara í gegnum hringrásarhagkerfið er mikið mál og þetta er eitt af stóru samfélagslegu verkefnunum á Vestfjörðum og verkefni sem bara verða mikilvægara. Og það er bæði vegna samfélagslegra áhrifa og að við munum þurfa að gera meira og þetta er eins og ég sveitarstjórnarmaður með mér hérna Bragi að eins og hann veit kannski þetta er að fara að kosta okkur talsvert og þannig að úrgangsmál og innleiðing hringrásarhagkerfisins er eitt af mikilvægustu málum nútímans að kljást við og finna lausnir á og eins og við segjum á fjórðungssambandinu þar er unnið að svæðisáætlun úrgang og þeirri vinnu er að fá að ljúka nú í ár og eins og ég fengi að hlera frá starfsbróðum mínum og Hjörleifi Finnsyni verkefnisstjóra umhverfis- og loftslagsmála sem vinnur að þessu máli fyrir Vestfjarðastofu þá er enga töfralausnir í boði. Þetta er samsetning á kostum þar sem er leitast við að gera sem best. Þarna ætla ég að var meiri texti. Og síðan áfram, það er ekki hægt að halda á svona fyrirlestur á þess að minnast á Steina í Bláma sem vinni mikið og gott starf í átt að kolefnisjöfnun á Vestfjörðum og lausnum í úrgangsmálum. Því úrgangi er nefnilega mikil orka og svona skemmtilega verið okkar samræður á Steina, það snúast ofta iðulega mjög nördalegt sko. Það er lausnir í orku, umhverfis, úrgangi, auðlindir og svona svipuð spennandi verkefni. Þannig að þetta er svona mjög gefandi samræður sem við oftast eigum með sig. Þannig að ég ætla ekki að halda það neðst og þegar ég byrjaði menning og hefðum þannig að ég sé ekki svona sjá þess að mikið hérna á Hnífsdalsveginum með smá bryggjusporður þetta er einn fyrsti úrgangsstaðurinn förgunarstaðurinn fyrir Ísafirði þarna var lífrænu sorpið sturtað í sjóinn og síðan er Skarfasker þarna menn ég eftir því að sem púki að fara með pappa með rusl og þarna var kall sem og það var opinn pétur og hann traðkaði ruslinu niður og það var kveikt í þessu. Mér fannst það eitt með rosalega spennandi starf, maður sem hafði vinnu að kveiki í. Og síðan er Funi og þetta var raun og verið eitt fyrsta lausnin sem við fórum að leysa í og ég veit að margir sakna Funa en hann var dýr og í rekstri og þetta var ekki sem svara stóðstu vandamálum okkar. Þannig að Þannig að þegar við horfum á þessi úrgangsmál, þá er við náttúrulega lítið að því að við erum einangra af öðrum stofum í Íslandi og það stjórna því hvernig við svona helstu úrgangsmeðhöndlun okkar er. Hún stjórnast af mannfæð og fjarlægð. Og úrgangsmeðferðin, hún fór eftir þeim úrgangi sem var falla til. Fyrst voru þetta mjög lífrænt, það var ekki mikið plast og það var ekki mikið rusl. Þess vegna var bara hentugast að henda þessu beint í sjóinn. Og
sem er svona, já, kannski svolítið hringrás, en síðan þegar fór meiri yfir í papp og plast, þá þurfti að byrja að brenna. Þá losnaði, en síðan sko reyndist það frekar óhagkvæmt því það var hellingur að díoxíni og svona fleiri skemmtilegu dóti sem fór í sjóinn það líka, og það var að funi. Og hann var stjórnaður og hann upp á 1990 og þá nýttist sú orka einnig til húshitunar og það gekk nokkuð vel. En upp á 2012 þá var funi orðið mjög óhagkvæmur í rekstri, bæði vegna skorts á viðhaldi og hárs reksturkostnaðar, og þá að byrja að urða í Fíflaholti. Og það er í raun og veru bara svolítið skipsbrot hjá okkur í úrgangu smiðhóllina, því að venjulega höfum bara leyst vandamálin, eins og nú það talaði svolítið því það er á netinu líka og svona, þetta er mjög norðanverð Vestfirðir miðað, af því það er svona það sem ég þekki mest til. En fljótlega þá komist ljós að við vorum bara hrædd að fylla Fíflaholt mjög hratt og þess vegna var að byrja að taka lífrænt, pappa og plast frá. Við byrjuðum þá sem sagt mjög snemma að flokka. En það eins og ég segi sko, þetta var þessar staðbundnu lausnir, það var skipsbrot við þær og það er það sem við oftast verið að kalla eftir líka áfram. Og þá ætlum við að taka yfir atvinnulífið. Fiskveiðar, það er í raun og veru sjávarútvegurinn og fiskveiðarnar standa sig vel þegar kemur að söfnun, og eins og ég sko núna ég safnaði vel í bjórstöldin sko, það fer mér öll ljótu orðin, og söfnun og flokkun úrgangi frá sinni starfsemi. Almennt eru sjómenn meðvitaðir um sjóinn og mikilvægi þess að láta ekki rusl í sjóinn. Þarna er flokkun. Þau eru að fara að bjóða í bjór eftir á dokkunni og ég þarf ég held að var mjög vilja gert hjá þeim. Og það er raun og verið fátítt að fá mikið rusl í trolliorðið. Því það sem kemur til, það er tekið til hlíðar og sett í ruslakar. Og reyndar í samtali mínu við útgerðarmönnunum fyrir þennan fyrirlestur, þá var það svona að það sem stöður við flokkum, en hvað verður það í kjölfarið? Það var það svolítið sem er að stöða. Þeir eru að standa sig, en hvað verður það í kjölfarið? Og það er eins og fyrirtæki sjávarútvegi, þau þurfa að vera að standast það eru strangar kröfur frá kaupendum og græn fjármögnun er nokkuð sem er, þannig þú þarft að vera með standast ýtrustu kröfur til þess að fá lægri vexti á þitt lánsfjármagn. Þannig það eru kröfur í allir keðjunni, eins og segja, sko, varðandi Evrópusambandið og aðra, þetta er komið. Og menn eru að starfa eftir þessu, og þeir sem eru að starfa í alþjóðlegu umhverfi, þeir þurfa að starfa eftir þessu. Og síðan kemur að því sem við mun segja, sko, þegar kemur af úrgangi, það er svona eitt besta dæmið sko, segja, sko, við fáum að heyra, hér er þessi eflaust þekktast dæmi verðmætaaukningu frá hliðarstraumum frá sjávarútvegi. En það er meira það. En það fyrirtæki sem er leiðandi í aukinni verðmætasköpun í sjávarútvegi frá vestfirskum fiskvinnslum er Klofningur á Suðureyri, sem hefur árabil tekið við aukaafurðum úr fiskvinnslum og unnið áfram til frekari vinnslu. Og sko Guðni og Einar hafa verið óþreytandi að leita nýjum tækifærum til verðmætaaukningar úr þessum hliðarstraumi frá sjávarútvegi. Og það sem gerir í verðmætum, það gerir Klofningur í magni. Og eitt af þessum tækifærum aukalega sem það er hliðarfyrirtæki sem á orðið til, það er Vestfiskur á Flateyri. Þessi hluti beinagarðsins sem ekki nýtist hjá Klofningi fer í gæludýranami og roð unnið hundabein. Þarna sjáum við roðið sem fer í hundabein. Og annað er að lifur af togurum á svæðinu er safnað í sérvinnslu og síðan er soðið á alþjóðamarkað í Súðavík. Flott vinnsla sem er þar. Skel frá Kampa, hún var reynda fyrir skömmu síðan fór hún í sjóinn og það var sem betur fyrir að stoppa það og nú er hún flutt sem til Siglufjarðar til Prímex til frekar vinnslu. Og afgangur af fiskgeldinu, það er Arctic Protein sem safnað því, en síðan er líka safnað saman í maurasýru sem flutt út til frekari vinnslu til útlanda. Og þannig, þarna á þessu sviði er mikið svigrúm til frekari betrumbóta og verðmætaaukningar. Fiskgeldi, þannig að, já,
ef það er einhverja atvinnugrein sem reynir að starfa á grundvelli hringrásar og hefur öll tækifæri til að vera atvinnugrein sem endurunnið alla sína afurðastrauma, þá er það sjókvíaeldið. Þetta er glæra sem skrifstofa skoðanaskipta Miss Hjörleifs við ræddum mikið og þetta var mjög spennandi morgun hjá okkur þegar við vorum að ræða saman og hvernig mættum pússa þetta niður. En þetta er svo greinin segir og á glærunni uppi þar er mynd af kvíastað í Hringsdal og síðan er það tegundafjöldi þannig að með að setja eins og líffræðingur getur með að setja næringarefni í sjóinn þá undir og stórmerki þá eykst þá hefur aðra lífur meira bít og brenna og þeim fjölgar þannig að já, ég ætla að halda áfram hérna og þá kem ég að mest spennandi glærunni og það er þegar til hringrásar sem miðað við kynningunni á Birgittu þá er þetta það verkefni sem eflaust mest viðandi hérna. Það eru þessi samfélagslegu verkefni. Eitt af metnaðargjörðum verkefni kemur hringrásarhagkerfinu er markmið íbúa á Reykhólum sem hafa sett sér markmið uppbyggingu hringrásarsamfélagsverkefni sem fór á stað fyrir ári síðan og fyrsta markmið sem skapa ramma auðlindamál sveitarfélagsins og skipuleggja græna iðngar á Reykhólum og eru með framtíðarsýn og aðgerðaáætlun þetta að verða hringrásarsamfélag og þetta er verkefni sem við bindum mikla vonir við, það er í gangi og Kjartan Ragnarsson hefur verið mjög gott að vinna með Kjartani Ragnarssoni einmitt af þessu. Af öðrum verkefnum sem held áfram, það er sem við kallum lífræna landbúnað og það er eins og hérna Hildur Dagbjört og með Gróanda og félagsbúnaði sem fer fram þar sem ég var í leikskóla sem púki, þannig að það er létt sporin. Ég átti að hlýða skjóli að sækja sér salat í matinn eða myndu annað sem fer að líða á sumrið. Og eins og Hildur hefur keyrt áfram að elja og dugnaði ásamt dyggri aðstoð bæjarbúa, nema háskólasérfis og annars fólk sem er vel umhugað að hafa þessi rekstur sér 2 mínútur, ég þarf að spýta í. Og þá þegar maður segir, og ég velti ofta umboðið fargið sem fylgir því að kaupa grænmeti oftast í Netto, hvað umbúðirnar eru galnar, snargalnar, því það er ofta sem við erum að kaupa vöru sem þarf að neytast nokkra daga í pakningar sem endast í árhundruði. Þetta er galið og finna farþeg sem kostar samfélagi gríðarlega en Gróandi er meira átt fyrir okkur grænkera og aðaletur. Og hérna höfum við starfað með Guðfæðbændunum á Kollafirði sem hafa markmið að taka skel og þörung og fjörun sína og nota í fóður og það er verkefni sem fekk styrk og lóun á síðast ári og bindi mikla við hann. Netagerðin og Heiðrún sem er að nýta í mitt, endur nýta og það sem vantar inn úrgang og það sem vantar inn er líka FabLab sem hafa verið að bjóða upp á viðgerðadaga hjá sér. Og síðan er það eins og segir deilihagkerfið og Vesturverk sem hafa verið að taka efnið og raun og verið að endurselja þannig að hindra það að þetta verði af úrgangi. Hindranir hjá okkur, það er stærðarhrákan með mannfæðin og landfræðin og kostnaði við innleiðingu hringlausna. Kostnaðiliðurinn sem hefur mikil áhrif þegar valkostir úrgangsstjórnir eru valdir, meðferð og takmörku skattfé skiptir miklu máli. Og þetta eru þær hindranir sem við erum að kljást við og það er í raun og veru hann er fyrir fundin átti ég ræddi við eins og við hjá Kampa frá Kubba og það sem er að tengja sig erlendu virðiskeðjum gæti kosta sig í raun við sá og lífræni straumar lífrænn úrgangur er það sem við getum endurunnið sem mest hérna á svæðinu. Við gætum þurft að flytja annað burtu frá okkur. Þannig það er bara á grundvelli mannfæður og fjarlægður og hagkvæmni skipaflutninga. Og ég ætla að byrja hvernig stuðning þarf til að betur gangi. Það er jöfnungsflutningskostnaður. Þannig ef við ætlum ekki að flytja allt burtu, ef við ætlum að flytja náum vinna þetta innanlands, þá þurfum við að minnka flutningskostnaðinn. Að gera þetta þannig, ef hann er ekki fluttur þá þurfum við að breyta hagkvæmstum kostum og þeir getur verið skipaflutninga til útlanda og það er kannski ekki
með tilheyandi kolefnisfótspor er kannski ekki besti kosturinn. Og þannig að gera hringrásarkosti, besta kostin, bæði fjárhagslega og fjárhagslega, það ætti að vera markmið að hvernig að gera það og það sem við getum endað á með að hjálpa okkur til þess að gera hlutina vel. Við erum komið fram hjá þeim punkti að ræða hringrásarsamfélagið eins og eitthvað í óráðinni framtíð því að hringrásarsamfélagið er nútíminn sem við lifum í. Og við getum gert betur og samfélagið vill gera betur og vill verkfæri til þess. Þannig ég ætla að enda hérna á þessum orðum. Kærar þakkir, Magnús. Eins og Magnús kom inn á að þá þekkjum við öll að fara út í búð og það fylgir því ansi mikið umbúðafargan. Það hlýtur að vera rosalega mikil áskorun að reka dagvöruverslun og að reyna að leita leiða til þess að draga úr sóun. Samkaup, þau eru með nettóverslun hérna, meðal annars á Ísafirði og þau eru til að mynda búin að vera að vinna svona samfélagslega verkefni til þess að draga úr matarsóun, verkefni sem við vinna með samfélaginu. Og hún Bergrún Ósk, hún er komin til þess að segja okkur allt frá því. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Mikið rosalega gaman að sjá svona marga en á Ísafjörður tekur ekkert smá vel á móti okkur flatlandingunum. Hefur ekki orðið okkur það? En já, ég er sem sagt hérna starfi á Samkaup, er þar verkefnastjóri umhverfis og samfélags og mér fannst svona yfirskriftin í dag eiga svolítið vel við. Hringrásin alla leið fyrir samfélagið með samfélaginu. Og ástæða þess er sú að við sem sagt hjá Samkaup erum bara með stórt verkefni í gangi. Þetta er verkefni sem hófst í raun og veru áður en ég byrja að vinna á Samkaup sem heitir Mataraðstoð gegn matarsóun. Við gáum fyrir 75 milljónir kostnaðarverði í fyrra. Listin er ótæmandi eins og Birgitta kemur fram á. Það er ekkert umhverfisvænt við það að reka dagvöruverslun. En hvernig getum við bætt okkur samt sem áður, gagnvart okkur umhverfi, okkar byrgjum og okkar neytenda. Og það er í raun og veru allt nýtanlegt. Það er ekkert að sjampóinu sem tappinu brotin af eða að hveitinu sem er komið smá gat á það. En hvernig getum við nýtt það? Og hvernig getum við nýtt það innan þess samfélag sem við stöndum fram fyrir en ekki utan þess? Og já, virkni leiðir sér alltaf á meiri virkni. Það er svo sannlega þannig. Áður fyrr þá starfaði ég við virkni og hef bara mikla reynslu af því hvað er hægt að endurnýta timbur sem er alltaf til steypu eða jarðvegsúrganginn sem er orðið að moltu eða textilinn sem er með götum í. Það er hægt að endurvinna þetta allt saman og leiða þar að sér virkni innan samfélagsins. Og það er svo sannlega gert þar að meðal Ásbrú. Og við einnig viljum bara sýna þessa samfélagslega ábyrgð og ekki bara segja það. Það er ekki allir sagt við sýnum samfélagslega ábyrgð, við viljum vera með fólkinu okkar, en við þurfum líka að sýna það. Og ég tel að Samkaup gerir það bara alla leið. Og daginn þá fórum kælar hjá okkur í Grundarfirði. Settum í samband við sveitastjórn, starfsfólk í sveitaskrifstofunum og á 2 klukkustundum var búið að gefa alla kælivörur. Við auglýstum bara á miðlum og það var búið að gefa allt. Þar var fullkomleg úrgangsstjórnun í gangi. og við notum þetta yfirskrift, hættum að henda, frystum og gefum. Og það er þannig að ruslatunnan á að vera seinasta lausn allra fyrirtækja. Við eigum að geta hort á lausnir áður en að verður að úrgangi, sem við ætlum ekki að tala um þetta. En frá því janúar núna síðastliðinn erum við búin að gefa fyrir 38 milljónir og erum bara virkilega stolt af því. Og þannig að sjáum bara hvað við gáum allt síðasta ár. Þar síðasta ár voru þetta held ég 42 milljónir og þetta ár ætlum við að gefa ennþá meira í. Birgðir, mikið rétt, grænmetið sem kemur til landsins í plastinu sem dugar miklu lengur en maturinn. Það er svo sannarlega rétt og við erum líka að vinna því að okkar birgjar í raun og veru pakki vöruna þannig og það telst líka og á líka við frumframleiðendur á Íslandi. Og ég held að óska þess að þeir myndu nú kannski líka svolítið fara að sjá bara sína lausnir það hvar við byrjum samnýta flutningsleiðir. En það er eitt sem við gerðum til þess að hindra það að úrgangur færi
ætla ekki að tala um þetta orð aftur, að birgðir færu út á land sem var í of miklu magni. Og við settum upp deildi okkur sem heitir SPP og hún er staðsett í okkar miðlæga vörhúsi í Kjalavogi og þá er það þannig að eins og verslunin okkar hérna á Ísafirði er allt mikið ólík verslunin okkar í Bolungarvík að þeir geta ekkert fengið sama magna appelsínum. Þannig að við verðum að hugsa um það hvaða birgðir við færum í verslunin okkar til þess í raun og veru að rýrnu verði sem minnst. Jú, þar eru líka minnka kolefnisspor, eins og það er jafn mikið kolefnisspor að flytja eitthvað í burtu eins og koma með það. Og líka bara að nýtingin sé sem allra best. Og vera bara sjálfbærari. Við erum með 64 verslanir vítt og dreift all land. Það er mikil áskorun á hverjum einasta stað og ég tel að við getum gert betur hvar sem við erum. En ég er mjög stolt af þessu verkefni, þó ég segi sjálf frá. En við erum búin að setja upp okkar fyrstu jarðgeravél og það er þannig að allur lífræn úrgangur sem að fellur til frá versluninni fer í þessa dásemdarvél, hún er ekki einu sinni stór, en hún er líka í Mývatnssveit, þannig að búðin er ekki heldur það stór og hún býr til jarðvegsúrgang á 24 klukktímum. Í staðinn fyrir að taka sem þannig jarðvegsúrgang og flytja hann í burtu, þá gerðum við samkomulag við Reykjavíkurskóla og leikskólan YL og þau nýta jarðvegsúrganginn til þess að rækta sitt eigið grænmeti, stefna á sumarblóm og fleira svona virkni innan skóla samfélagsins. Og við stefnum einnig á það að endurvinna plast og endurvinna pappa. En til þess má geta að Samkaup er með sirka 5% af öllum bylgjupappa sem kemur til landsins. Þannig að það er til mikils að vinna og þetta er vandamál sem á ekki að vera vandamál. Við þurfum bara að leita að lausnum og horfa kannski út fyrir landsteinina eða annað. Aldrei veit nema kannski bara verður bylgjupappa endurvinnsla á Ísafirði. Er það ekki eitthvað svona áskorun hérna? Hérna situr hún Harpa, gríðarlega stolt af henni. Þetta gerðist í hvað? Hvenær gerðist þetta? Í október, nóvember? Október í fyrra. Þá biliðu allir, eða það var leki, þannig að sló út öllum kælum í verslunni okkur í Bolungarvík. Og þá ertu að vera hraðarendur. Matvæli sem er fullkomnulagi, en þau þurfti einhvern veginn, en þess að kæla voru ekki komin á staðinn, nýir, þá þurftum við bara að hraðarendur, hvað gerum við næst? Ég set mig í samband við Ísafjarðarbæ og þar fæ ég samband við hana Hörpu. Og ég er stödd í Reykjavík og skjót viðbrögð Ísafjarðarbæjar og Vesturafls eru aðdáunarverð. Og ég var alltaf pínu svona meir þegar ég tala um þetta vegna þess að þetta er það sem skiptir máli. Það fóru starfsmenn Ísafjarðarbæjar og Vesturafls yfir í Bolungarvík og sóttu fullt af mat sem gáði 35 heimilum. Mat sem var fullkomlega í lagi. Og í dag er undirritaður samningur og við erum búin að gefa 1,9 milljón frá 7. desember frá því að samningur var undirritaður. Og við stefnum að gera bara ennþá betur og með samfélaginu og veita þá virkni með Vesturafli og með Ísafjarðarbæ og velferðarteymi Ísafjarðarbæjar. Og þetta er bara ekkert annað en samfélagslegur ávinningur og þannig erum við bara frá A til Ö að sporna gegn matarsóun. Til hvers að henda mat sem er fullkomlega í lagi. Það er ekkert að eplinu þó sem eitt biti. Þú ert bara skorið fram með að búið til eplasalat. Það er ekkert að þessu, þú veist. Það er að breyta hugsunni áður en að þetta verði að einhverju úrgangslósun. Betra orð heldur en úrgangur. Hindranir, þær hafa svo sannarlega verið til staðar. Aðalega reglugerðir, innleiðing sveitarfélagana, innleiðing áraði búið, bara höldum áfram gerum betur. Og það vantar meiri svona samstöðu, þú veist, það vantar meira að þessi sveitarfélög sé tilbúin til þess að kannski einfaldlega bara að vinna með okkur að hringrásinni alla leið innan samfélagsins. En þú veist, það er samt sveitarfélög að leita til okkar og ég var daginn með honum Pétri Arasyni í Húnabyggð ásamt fleiri öðrum góðum aðilum, þar sem við erum bara að hugsa hvað er innan samfélagsins og það er meðal eitthvað svona timburverkefni, þú veist, til dæmis.
og bara minnka kolefnissporið og fá fleiri að borðinu. Við setjum allir saman borðið, við þurfum ekki alltaf að vinna í sitt horninu. Vinnum saman að lausnum. Og það er það sem við verðum að gera þegar við búum á Íslandi og erum í dreifð eins og við erum bara raun ber vitnum. Ég meina, ég var veðurtæft eftir 3 daga á Akureyri daginn, sko. Mér varst ekkert gaman, ég ætla ekki að neita því, en ég meina, þú veist, þetta er bara það sem við stöndum framfyrir. Í fréttum var það helst þá að kúabændur verið stökustu vandræðum. Við verðum að fara að leita lausni í okkar nær umhverfi með þeim fyrirtækjum sem eru í okkar umhverfi. En, já, við erum leiðandi í umhverfismálum og bjóðum að taka þátt. En áður en að ég segi takk fyrir mig, þá langar mig að segja ykkur svolítið eina sögu og kannski svona vekja ykkur smá til umhugsunar. Við gefum í frískapa á öllu höfuðborgarsvæðinu, Norðurlandi og við erum að stefna því að setja upp frískapa á fleiri stöðum líka. Það eru sjálfboðaliðar sem gefa alla sína vinnu. Við vinnum mjög stórt verkefni með hjálpræðisverkefnum á Íslandi. Og það eru bara svona lausu að telja það saman með við það upphæðið sem við erum búin að gefa fyrir og þann mat sem við erum að gefa. Allir við séum ekki að gefa á bilinu 500-600 manns að borða alla virkadaga. Og frískapar standa ekki og snúast ekki það að þessi bara fyrir það sem minna með sín. Heldur erum við að sporna gegn umhverfisáhrifum og við erum að minnka matarsóun. Og við samkaup ætlum svo sannarlega að fara alla leið í þeirri vegferð. Og má bjóða ykkur að taka þátt. Takk fyrir mig. Kærar þakkir, Bergrún. Sko það er náttúrulega eins og Bergrún kemur inn á, langt best ef við náum að skapa lausnir sem að draga úr sóun, sem hafa þennan marglaga ávinningi fyrir með sér. Samfélagslega ávinningin, umhverfislega ávinningin og fjárhagslega ávinningin. Auðvitað þarf það þarf að make a sense fjárhagslega að draga úr sóun, annars er ekki hvati til þess að gera það. Og hér á Ísafirði var til fyrirtæki fyrir 15 árum síðan sem að sá virði í hráefni sem að aðrir sáu kannski ekki mikið virði í og hefur skapað gífurleg verðmæti síðan þá. Gjörðu svo vel. Guðbjörg frá Kerecis. Já, takk fyrir. Ég heiti Guðbjörg og er framleiðslustjóri hjá Kerecis hérna á Ísafirði. Búin að vera hjá fyrirtækinu 5 ár núna og ætla svona þess að fara yfir okkar vegferð. Þetta er sérst varan sem við erum að framleiða. Þetta er roð til meðhöndlunar á margs konar vefjaskaða, svo sem þrálátum sárum, brunasárum, munnholsárum og bara í rauninni til margs konar uppbyggingar á líkamsvef. Og þetta er hráefni okkar. Þetta er þorskurinn og við erum sérst eini samþykkti lækningavöru framleiðandinn sem er með vöru úr fiski. Og erum með einkaleyfi sem að nær yfir fleiri fisktegundir en höfum kosið að nota þorskinn. Af hverju? Eins og er nóga hráefni og hann veiddur allt árið kring. En það sem kannski mikilvægast er að hann ekki seldur með roðinu á. Þannig að þegar verið að taka roðið af með svona roðflettuvélum eins og sjá hérna á myndinni. Þannig við erum í rauninni bara að hirða hliðarafurð úr matvælaframleiðslu. Við erum ekki að skemma mat til að búa til okkar vöru. Heldur búum hana til úr úrgangi. Þannig að roðinu var annars yfirleitt hent eða í besta falli notað í dýrafóður. En eftir að hafa farið gegnum framleiðsluna okkar mun að bæta lífsgæði fólks allan heim og jafnvel bjarga lífi einhverja. Og núna 40 manns að vinna í framleiðslunni hérna á Ísafirði í 2 framleiðslueiningum og það hefur rosalega mikil uppbygging hérna á svæðinu síðust ár og til dæmis hefur starfsmannafjöldi það bil 2-faldast síðan í fyrra. En hverjum hefur dottið í hug að roðið sem fæst á fiskinum okkar geti bjargað mannslífum? Jú, Fertram Sigurjónsson, hann stofnaði fékk þessa hugmynd árið 2007 og hann vann í fiskvinnslu sem unglingur eins og örugglega við mörg hérna. Hann gerði síðan verkfræðingur og vann með öðrum lækningavörufyrirtækjum
að sáravörum og öðrum vörum fyrir sykursjúka sérstaklega. En það er náttúrulega þekkt vandamál hjá sykursýki sjúklingum eru þrálát sár, svokölluð sykursýkisár. Og það sem er oft notað í meðferð í svona sárum er líkhúð. Og hún er á skornum skammti, en hans hugmyndin kemur þaðan, svolítið svona líkhúðin er svolítið svipuð roðinu. Og hann hélt að það gæti að roðið frá Ísafirði gæti virkað jafnvel og líkhúðin, og það kom í ljós að það var rétt. Rannsókn og þróunarvinna hófst fyrir alvöru árið 2009. Við fengum styrk frá Tækniþróunarsjóði og fyrst prótótípunar voru búnar til og fyrsti starfsmaður var ráðinn. Og við fengum svo líka styrk frá Nýsköpunarsjóði og sem og auðvitað mikilvæga fjárfesta. Það kom svo smá skellur árið 2011 þegar FDA hafnaði umsóknin okkar og baði frekari klínísk gögn, en markaðsleyfi í Evrópu var veitt árið 2013. Við fórum svo í frekari klínískar rannsóknir og skiluðum með nýrri umsókn til FDA árið 2014 sem var samþykkt. Skrifstofan í Bandaríkjunum var opnuð árið 2015 og raunveruleg sala hófst þar 2016. Og eftir að hafa sett vöruna á markað í Bandaríkjunum byrjaði boltinn svolítið að rúlla fyrir alvöru. Við vorum með $70 milljónir í tekjur árið 2022 og yfir $100 milljónir í tekjur á síðasta ári. Og svo eru nýjustu fréttir þær að í fyrra var fyrirtæki keypt af dönsku fyrirtæki sem heitir Coloplast fyrir $1,3 billjón og þar með erum við fyrsti íslenski einhyrningurinn sem er mjög skemmtilegt. Og við erum svo sannlega spennt fyrir samstarfinu með Coloplast sem þeir vonast til að fá aðgang að þeirra rótgrónu mörkuðum við sjáum heim, en þeir eru að selja vöruna sína í 140 löndum. Kosturinn við að nota fiskroð í lækningatæki er að það eru engir þekktir sjúkdómar sem fara frá kaldsjáfiski yfir menn. Við erum með samkeppnisaðila í Bandaríkjunum sem eru að framleiða sambærilega vöru úr svínablöðrum, úr gollurhúsum af kúm, úr fósturbelgjum mannsfóstra. En þetta er allt vörur úr spendýrum og við erum spendýr og þannig það er ekki að segja að þeirra vara sé hættuleg, en þeir eru með þessa áhættu sem að þeir þurfa að útiloka meðal annars með harðri efnameðferð. En þessi áhætta er ekki til staðar hjá okkur sem leyfir okkur svona mildari framleiðsluaðferð sem að heldur í svona náttúrulega strúktúrinn á roðinu og líka í omega-3 fitursýrurnar sem eru náttúrulega til staðar. En það kemur nefnilega í ljós að húðin okkar er bara mjög svipuð og fiskroð. Hérna sjáum við þverskurð af vörun okkar annars vegar og mannshúð hins vegar. Þannig að húðin okkar hefur ekki breyst það mikið í þróunarsögunni. Fiskurinn er með hreistur og við erum með hár, en annars er þessi uppbygging mjög svipuð. Og vöxtur fyrirtækisins síðastliðin nokkra ár er búin að vera gríðarlegur. Og þetta er tekjur fyrirtækisins í $milljónum og það er þetta gríðarlega áskorun að vaxa svona hratt, en okkur hefur þó tekist að annað eftirspurn og höfum þetta þurft að fara í miklar aðgerðir til að skala upp framleiðsluna, en það hefur gengið mjög vel. En á Ísafirði eru rætur okkar og alla vörurnar okkar eru framleiddar hér í 2 verksmiðjum og eins og ég sagði áðan, það eru 40 starfsmenn í framleiðslu og 20 á skrifstofu. En við erum einnig með skrifstofu í Reykjavík og þar eru 50 manns. Og svo erum við líka með skrifstofur á 2 stöðum í Bandaríkjunum, í Arlington í Virginíu og í Minneapolis og í Þýskalandi. Stærsti markaðan okkar er Bandaríkin, en varan okkar líka seld í Evrópu og nokkrum Asíulöndum. Þegar ég byrjaði að vinna hjá Kerecis árið 2019 vorum við alls með nokkra stærðir af vöru og vorum þá aðalega að fókusa á þessi krónísku sár.
en við höfum bætt vel í vöruúrvalið og erum núna með 4 stóra vöruflokka. Það er sérst margin sem er svona upprunalegi flokkurinn okkar fyrir þessi þrálitusár eins og sykursýkisárin. En svo erum við líka með Graftgætt sem er notað fyrir brunasár, Surgy Close og Surgy Bind sem er fyrir skurðsár. Surgy Bind varan okkar er líka ígræðanleg þannig það er hægt að nota hana innvortis. Og svo er Shield sem að koma markaði fyrra sem er í fiskiróð og Silicon 2-in-1 svona fyrir króníska sár líka. En inn í hverjum vöruflokk eru svo ýmsar stærðir og gerðir og það er til dæmis ein gerðin okkar er búin til úr afskurði af róðan okkar. Þannig við erum að reyna að nýta allt róðið. Hérna er sem sagt dæmi það hvað varan okkar getur gert. Þetta er svo djúpur annarstigsbruni á hendi. Ég afsaka, ég gef yfirleitt tryggvarning áður en ég sýni þessar myndir. Bara svona haltu sig við ykkur, vonandi engin viðkvæmur hérna inni. Þetta er sérst annarstigsbruni og sárið er gróið eftir 21 dag með minni háttar örvef og þetta er mjög óalgengt sérstaklega í bruna það er ennþá teygjanleiki í húðinni og sjúkling getur ennþá opnað og lokað, hreyft höndina eðlilega. Annars sár, þessi tiltekni sjúklingur er búinn að vera með þetta sár í 3 ár áður en hann fékk meðferð með Kerecis. Og við höfum gert margar samanburðarrannsóknir, bæði samkeppnisaðila og þessi kallast svona standard of care og ég ætla ekki að fara nánar, ekki smáatriðum út í þær, þetta getið lesið það á heimasíðan okkar. En svona megin niðurstöðnar eru að varan okkar er að loka fleiri sárum, hún er að loka hraðar, minni líkur á aflimun og dregur úr heilbrigðiskostnaði. Og þið getið kannski ímyndað ykkur hvað þetta eina sár hefur kostað heilbrigðiskerfið eftir 3 ára meðferð og þessu lokað eftir 14 vikur. Og við höfum alltaf lagt áherslu á sjálfbærni og við byggjum starfsemi okkar á sjálfbærni og getum sagt að það sé svona í okkar DNA. Bara með því að vera í viðskiptum erum við að leggja okkar að mörkum til hringrásarhagkerfisins og það sem efnið sem við erum að nota í framleiðslunni er úrgangar úr sjávarútvegi. Og þetta er svona þau heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem við höfum tileinkað okkur. Það eru markmið sem snúast fólk sem er heilsa og vellíðan, aukin jöfnuður og jafnrétti kynjanna og markmið sem snúa jörðinu og umhverfinu sem eru líf í vatni, ábyrg neysla og framleiðsla, nýsköpun og uppbygging. Svo langt með sýna ykkur stutt myndband. Sérst að hverju ári þá stöndum við fyrir svona vinnustofum fyrir lækna og annað heilbrigðisstarfsfólk sem er að nota vörun okkar. Og þannig gefst þeim svona færi til að deila sinni reynslu af vörunni og líka mikilvægur vettvangur fyrir okkur til að fá hugmyndir af nýjum vörum. Og sérst á þessum vinnustofum þá eru þeir að kynna sín case og það er sérst veitt verðlaun til útvaldalækna og mér langar að sýna ykkur hvernig þessi verðlaun verða til en fólki sem þið sjáið í myndbandinu er sérst starfsfólk hjá fyrirtækinu. En þessi verðlaun er sérst búin til af fyrirtæki í Hollandi sem heitir Better Future Factory. Við reyndum mjög mikið að finna eitthvað til að gera þetta fyrir okkur á Íslandi en það tókst ekki.
ég vona ég verð ekki sektuð fyrir þessa glæru. Talandi endurvinnslu, mér finnst þetta svolítið mikið synd, þannig að sem hérna í þessum geira, örugglega mörg önnur fyrirtæki í þessum geira sem að eiga sama vandamál stríða, þannig að rosalega mikið að hliðarfatnaði sem fellur til. Og sem kannski erfitt að endurnýta, en við erum alltaf svona að leita leiða hvernig, hvernig við getum svona allavega eins og til dæmis gallarnir, hvernig við getum gefið þeim eitthvað framhaldslíf. Því það er náttúrulega mjög stranga reglur sem við þurfum að fylgja og það er ekki hægt að endurnýta gallana. Þannig ég sé bara búin að koma allir frá mér. Takk fyrir mig. Frábært. Kærar þakkir, Guðbjörg. Ég vissi að það er þvílíkur kraftur í fólkinu hér, skapandi fólk og frábæra lausnir sem við erum búin að fá að heyra af. Ég vona að þið séu búin að fá svolítið gott fóður inn í samtalið sem við ætlum að fara í núna. Núna segjum við þetta gott í streyminu. Við þökkum ykkur kærlega fyrir að fylgjast með í dag. Við sem erum hérna í Edinborgarhúsinu, við ætlum að fá okkur smá kaffi og kröður í, segjum 10 mínútur og svo byrjum við aftur. Takk.